Ég fekk að vita rétt fyrir kvöldmat á föstudegi fyrir hvítasunnuhelgina síðastliðið vor að ég hef greinst með mjög umfangsmikið stórt illkynjakrabbamein í öðru brjóstinu og ekkert vitað hvort það væri dreift eða hvað. Þannig ég fer inn í þessa löngu helgi í algjöru sjokki, svaf lítið og illa nóttina, vakna morguninn og sný mér að unnusta mínum og tek utan um hann og segi, mér langar að lifa lengur. Þá var það strax orðið viðhorfið og ég hafði það með mér allan tíman í gegnum allt þetta verkefni. Ég heiti Bryndís Guðmundsdóttir og ég er 53 ára, búsett á Selfossi og svo bara í kjölfarið fór ég strax að skoða inn á heimasíðu Krabbameinsfélagsins og það gaf mér bara strax fullt af styrk og hugmyndum og bara geta lesið mig til og bara, já, ok, það eru svona mikla líkur að maður sér brjóstakrabbamein og þar fann ég svo líka að það væri ráðgjaf á Selfossi og ég komst að í tíma og þetta var svo bara frábært að fá aðila til að hlusta á, til að tala við, til að fá allir sér ráð og peppið og fara með mann í gegnum bara þetta að, jú, ættingar og vinir hlusta á mann en það er bara allt öðruvísi frá svona ráðgjafa á þessu stigi og það veitti mér svo sannarlega svona bara mikla innspýtingu inn í það að fara sterkar inn í þetta verkefni og vita það að þetta félag væri til staðar fyrir mig hvað sem ég þyrfti á að halda og yfirskriftin mín í gegnum alla þessa meðferð var bara heilsu og heilbrigði og ég ætlaði bara sýna það að ég væri heilsuhraust og heilbrigð þótt ég væri að díla við krabbamein og meira sem bara heima við daginn, það hafði mig bara til inn í daginn að því mér langaði að líða vel. Mér fannst ég að bara farið miklu léttari í gegnum þetta heldur en ég var búin að sjá fyrir mér fyrstu að þetta gæti orðið og auðvitað verða sumir miklu veikari og fara ekki eins vel í gegnum þetta en ég er bara rosalega þakklát fyrir það að mér tókst vel.